Palli Gísla, það stórt verkefni framöndan. Írland, hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst bara mjög við. Þetta er skemmtilegt verkefni sem að örugglega verið auðvelt að láta sig venjast, þannig að ég vona að við eftir að fara í fleiri svona verkefni, en þetta er klárlega skemmtilegt verkefni að fara í. Ertu búin að leggjast eitthvað yfir þetta og reyna að njósna hvernig aðstæðingur þetta er sem þið eru að fara að takast á við? Nei, ekki kannski eins og maður gerir fyrir leiki hérna í deildin, en eitthvað er búin að fá að heyra þetta lið en ég er meira ágjörði hvernig við komum til leiks heldur en anstæðingurinn. Það er þannig með að við síðustu leiki sem við verðum að spila, þá einbytti mér aðalega bara mínu lið fyrir þennan leik. Já, þetta gekk ekki alveg upp í síðustu leikjum, þannig að þetta ættu nú svo sem að vera að hafa orðið líka áminning fyrir strákana núna að fara að gera þessi brók og mæta svona vel stemdi til leiks núna. Já, ég rekna með að menn verði nú klárir í þennan leika sem að við sjálfsagt verðum taldir minna lið í þessu einví, þannig að þetta var minni ágjörða sér fyrir það sem að menn álíti okkur alltaf minna lið, þannig að menn komu full gýrar í lið og höfðu fyrir hlutunum, en kannski er einhver smá hyggst í þessu núna sem að við eigum að vera stóru gallarnir og spáð efsta sæti og pyrrumst á illa gengur. Það getur vel verið að það sé ástæðan fyrir að við ekki alveg kannski náð okkar besta leik núna undanfarið, að við séum átt okkur betur á því að við þurfum að hafa eins og alltaf og held ég flesti viti, það er að hafa fyrir hlutunum saman við hverju við erum að spila, hvað sem við erum reitaðir sem sterkari lið eða veikara. En nú heyrist manni á mönnum að þetta lið hafi á undanförnum árum verið býsna sterkt, þannig að það má kannski búast því að þeir líti á þetta sé bara létt verk og lögumannslegt að taka á móti einhverju léttu liði frá Íslandi og raskjalla á. Já, ég vona það svo sannarlega að þeir komið væri kæri, því að ég held að við þurfum ekki að ágjur að við séum að vanmeta þetta liði frá Írlandi, þannig að við förum hann út og ætlum að ráða eins góð úrslit og hugsa sketur að leggja okkur í það að leikurinn hérna heima verði gott partí og flott veisla fyrir okkur. Þetta er náttúrulega fyrsta skipti sem félagi er að fara, eða karlalið Þórs er að fara í Evrópukeppni, þannig að það verður gaman að skilja eftir góða minningar líka og undirbúningur undir þegar við förum aftur seinna. Já, þetta vonar maður að þetta sé bara fyrsta verkefni af fleirum á komandi árum í Evrópukeppni, en það verður allavega ekki, held ég, þessu útsým að það verður ekki næsta ári nema við tökum þennan Evróputitil bara með trompi, en ekki verður við bikarmeistarar og ekki Íslandsmeistarar, það er ljóst, þannig að ég vona það svo sannarlega að þetta sé ekki neitt endapunktur, þetta sé ekki bara einhver smá tilviljun, þetta hefur kannski tekið langan tíma, en það hafðist og einhvern tíma verið eitthvað fyrst, þannig að ég lít bara björtum á þetta. Það er flott, Palli, þú fer bara heim og pakkar og gerir klárt og þið gerir eitthvað bestar, við trúum á okkur. Já, ég hef trú á því að við getum farið þarna og strýta með eitthvað og tekið með okkur úrslit heim þar sem að við getum farið hérna á Þórsvöll og reynda að komast í aðra umferð. Það er draumurinn. Palli, góða ferð til Írlands. Takk að kærlega. Serdan Rajkovic, markmaður Þórs. Rajkovic, nú er það stórverkefni framöndan, Evrópukeppnin, þeir að fara að mæta Bohemian á Írlandi. Hvernig leggst þið í þig? Bara mjög vel, en að spila svona keppni, það er bara, ég held að gaman og bara mjög vel. Hefur þetta ekki þátt í Evrópukeppni áður? Nei, þetta er fyrsta skipti og vonandi verður ekki síðasta skipti. Er þið farið að hlakka til? Já, mjög mikið. Segðu mér eitthvað, hefurðu prófað, hefurðu kynntir eitthvað þetta lið? Veistu út í hvað þið eru að fara? Já, nei, ég var að skoða gegnum netið og svona, en við tekjum ekki mikið, bara ég held að það er gott lið, það er búin að vinna síðasta leik, stór lið frá Írlandi, Shamrock, skora 4 mark, það er bara gott lið held ég.
En nú höfum við verið að hiksta svolítið utanfyrir, ekki gengið alveg nógu vel. Ekki menna samt að komast aftur á beinu brautina og vera svona góð stemming í hópnum? Já, stemning er alltaf góður hjá okkur. En ég held að það er komin tími að breyta þessu sem við vorum að lenda síðasta leiki og bara þessi leikur er bara komið bara í réttu tími til að snúa við. Evrópukeppnin bara fínn tímapunktur til þess að snúa þessu við. Já. Reko, ertu búinn að pakka? Nei, ekki alveg. Herðu, gangi ykkur vel og góða skemmtun líka. Já, takk fyrir.